Jæja, nú ætla ég að ræða samt við Hildur Lillendal Viktorsdóttir. Mér finnst þú ættir að biðja Frosta og Mána afsökunar á orðum þínum sambandi við hljómsveit sem kom í viðtal til þeirra. Og það er náttúrulega ekki þeirra mál að sjá til þess, hljómsveit eru feministar og allt af. En það sem mér finnst svolítið svona harkalegt að þér að þú skulir alltaf vera að beina spjótum þínum á þá, eins og þú skrifar hérna, er ykkur alvara Frosti og Máni. Hvað hafa þessi listamenn gert sem gerir það verkum að ykkur finnst boðlegt að tala endalaust lengi hárvöxt á kynfærum og skoðanir þeirra á einhverju random karli í hip-hopi? Random karli, ok. Ég er svolítið svona, þú veist, hvernig í fjandanum kemur Blas Rokka, Erpur Eyvindarsson, þeirra tónlist eða karakterum við? Hlusti nú á það viðtal, sjálfur heima á ykkur í rólegheitum og veltið fyrir ykkur hvenær strákur hefur þurft að sitja undir sömu skítadrullu og Anna Tara gerði í þessu viðtali. Anna Tara er feministi og Erpur, hann er feministi og ég er feministi og ég ætla að lesa aðeins. Þetta er í alvöru einhverju svo anstíkislegasta framkoma sem ég hef orðið vitni af íslensku blaðamönnum í garð kvenna á 21. öldinni. Það hvernig ykkur er rullað upp eins og Jónu í þessu viðtali er heppni fyrir ykkur. Þið komið út eins og minni skítala fyrir vikið. Það er ekki ykkur að þakka. Fruss og æ! Þegar ég las þetta, þá átti ég ekki orð. Hildur, þú verður nú aðeins að fara að slaka á boðanum, sko. Aðeins. Þú varst í fjölmiðlum núna í janúar og kannski vill lengi fjölmiðlar ennþá fjalla þig að þú ætlar að vera bara að skýta alla út. Mér finnst þetta að vera svolítið svona ókurteisi og þú veist, ég veit að það eru krakkar sem eru að lesa og allt þetta og eru á Facebook að mér finnst þetta að vera bara hrottalegt bara, þú veist. Ef þú ert feministi og ert í háskóla og allt svoleiðis og þá skil ég ekki alveg, en ég skil þið samt sem feminista að konur eiga jafnrétti og allt þetta. Ég skil það, ég er feministi sjálfur, en ég held með konur og elska konur og allt svoleiðis. En svona viðbjóð vill ég helst ekki heyra. Og þar auki, Máni og Frosti eru vinir mínir og ég elska þá og þeir eiga þetta reyndar ekki skilið og þeir eru búin að biðja þig einu sinni afsökunar og núna er eiginlega komið á þér að biðja þá afsökunar. Út af því að mér finnst þú vera að rúlla þessu svolítið áfram og vera með svona áróður, það finnst mér ekki eiga skilja að vera svona áróður svona á Íslandi, sko. Vitum alveg hver Vigdís Finnbogadóttir er. Hún er stór, glæsileg kona. Hún er aldrei með neinn svona áróður. Takk fyrir, en samt, ég elska þig. Bye!